Góðan daginn, kæru vinir, og velkomin. Við erum að fara í eitthvað skemmtilegan túr dag og þekkjum svo sem hvað erum að vera. Ekkert kemur á óvart og ekki heldur það sem talað verður, því að allt miðast nú efnið við að ákveðnir þættir í okkar lífi styrkist af en ekki veiklist. Og við vitum að það sem er Guðs orð, að það bætir við, bætir í og tekur utan það sem er okkur kært og Guð gaf prívat inn í þennan mann, og þú bendir á því og segir sama, inn í þennan mann, að því hann vill að ákveðnir þættir í okkur og með okkur vaxi, verður öflugri og þú verður fróðari manneskja Drottinn. Trúðu mér með það að það er akkur í að þekkja Drottinn betur en maður gerir. Það er það sem að þarf að vera, það er það sem þarf að gerast, það er það sem þarf að ske og gerist ef við leyfum ákveðnum þáttum að vaxa. Og þessir ákveðnir þættir sem hér er verið að tala er trúin mín. Og þú tekur undir með mér fyrir þig og segir trúin mín. Þá hefur við dregið hring utan einstakling og við vitum, orðið segir það sjálft, að Drottinn dó fyrir einstakling. Hann gerði það sem hann gerði, þoldi það sem hann þoldi fyrir einstakling. Einstakling sem var með honum á sinni tíð og fram til míns dags og fram yfir minn dag og þangað til að hann kemur sjálfur til jarðarinnar og gerir, eins og orðið segir, allt nýtt. En þangað til þá er hringrásin þessi, hann er eftir, kynslóðurnar fara, aðra kom í staðinn og hann tekur fyrir sig einhvern hluta af þessum kynslóðum og gerir að trúuðu fólki, gerir að trú eins og ég og þú eigum, sem eins og ég og þú þarf að rækta, þarf að hlúa að, þarf að sinna, þarf að vita og umfram allt vilja að verði eitthvað í sér meira heldur en þetta orð trú. Trú ein og sér, það er ekki mikið gagn af henni, en trú sem fær næringu, sem fær að vinna sitt verk, er afl. Það er bara það sem gerist. Og þess vegna spyr ég sjálfa mig, hvernig vill ég að mín trú hegði sér? Ég vil auðvitað að hún sé öflug og ég reikna með að þú takir undir það fyrir þig. Og hvað gerum við til þess að svo megi verða? Til að mynda það sem við erum hér að gera. Við sitjum við fætur Drottins og leyfum honum að tala til okkar það sem hann vill tala til okkar, orð sem eru hans. Hann kom með þessu orð fyrir 2000 árum og kynslóðurnar frá þeim tíma til míns tíma eru nú orðnar óteljandi í raun og veru. En mín kynslóð, þín kynslóð, við erum kannski að sömu kynslóð, ég veit það ekki, erum að tala þessu orð sem hann bjóð til, kom með og sagði fyrir öllum þessum árum, öllum þessum öldum, árþúsundum. Af hverju erum við með þetta ennþá í minni okkar og að segja frá þessu og fræðast þetta og leyfa þess að kenna okkur? Af því þessi orð eru hinn fullkomnu orð. Vissirðu það? Hefurðu pælt í því?
En þetta er það sem orðið segir. Og orðið segir meira, það segir að það sem er fullkomnað þarf engar viðbætur. Þarf ekkert að athuga meira þarf engu að breyta, þarf ekkert að skoða. Og það er gott fyrir lífið á jörðinni, manni svo mig og þig, að vita þetta í öllum þessum endalausu röðum af breytingum sem verða, og bara frá því að ég var krakki hefur samfélagið algjörlega kúvenst. Það er orðið fullt af öllu og engu og nefndu það er hægt að gera það og það er til. Við lifum á tímum í dag, hvar sem er í heiminum, gætir þú bara hér og nú slegið inn ákveðið númer, fengið samband, og það gæti verið manneskja hinum megin á hnettinum. Og ekki bara það þú heyrir röddina hennar fallegu, heldur með ákveðnum aðgerðum, ekki flóknum aðgerðum, gætur séð mynd af viðkomandi í rauntíma. Þú sér mynd af manni á skjánum, en það er ekki rauntíma. En það er hægt að hafa þetta með öðrum hætti. Við köllum það í dag bein útsending. Þetta eru þeir tímar sem að við lifum á. En ég er nú orðinn það gamall að ég man aðra tíma. Það sem eina leiðin var til þess að fá samband við menn í sínu rauntíma var sími, og þú snérir takka, skífu, eins og símanúmerið sagði til og barst tólið upp á ærinu, og svo þegar svarað hinum einu þá gastu farið að spjalla. Það var sín bylting og rosaleg bylting reyndar. En síðan hafa byltingarnar hver og eftir annari komið fram, og upp í það sem við erum með í dag. Ég meina, það getur vel verið að ég ætti að bætast eitthvað mikið. En ég veit ekki hvort að einhverjar nýjungar þannig séu komnar fram, eða hvort að við þær bætist, en það er aldrei, maður skyldi aldrei segja aldrei í þeim efnu, því að menn eru afskaplega hugvitsamir þegar kemur á öllu þessum þáttum. En þetta hefur ekki hróflað við orði Guðs, og maður skilur betur af hverju Drottinn talar það að enginn skuli hrófla við stafkrók í sínu orði. Maður bara kostar ákveðið ef að menn geru það, ef menn dirfðust að gera það. Af hverju haldið að þetta sé þarna? Það er vegna þessara hringekju sem við erum á, sem aldrei stoppar, er sífellt að endurskoða sjálfan sig, finna upp nýjar aðferðir til þess að gera eitt og annað, og gerir það. Og eins og ég var að segja áðan, að þá er samfélagið í dag, miðað við það sem var þegar ég til að mynda var barn og krakki, algjörlega óþekkjanlegt að svo til öllu leyti. Eitt hefur ekki breyst, samt, að maður, hann náttúrulega hefur vandamál, hafði vandamál þá, hefur vandamál í dag, sem hann á erfitt með að glíma við, þarf oft aðstoð við að ná tökum á, og leitar í suður og leitar í vestur og leitar í austur og leitar í norður, og gengur daginn út og inn framhjá lausninni einu sönnu, sem við vitum að felst í orði Guðs. Og hlutverkið mitt, og með mér þitt, sem trúarsmanns eða konu eða hvers þú ert, er að flytja þessi skilaboð sem Drottinn hefur handa mér og þér, því að þau virka.
öll þessi orð er búin að fylgja mannkyni árþúsundum saman, en þau virka og við stakkurju að sá sem talaði þau sagði fullkomnað. Og við vitum hvað það er að vera með eitthvað sem er fullkomið. Það er engu við það að bæta. Og ef við hróflum eitthvað við því, getur ekkert gerst annað en að hreint skemmdarverk sé að ræða, því ófullkomleikin getur ekki bætt fullkomleikan. Fullkomleikin hefur alla burði til þess að bæta og efla ófullkomleikan, þannig hann færist fetinu nær fullkomleikanum, en það verður aldrei á hinn megin. En hversu oft, elskaði vinur minn, hefur það ekki verið reynt? Hversu oft hafi ekki menn farið þá leið að vilja aðeins hnikra þessu til þessu fullkomna? Það gera menn auðvitað vegna þess að þeir sjá ekki fullkomleikan, en samt, þráttur allt sem reynduðu verið, hefur þetta fullkomna orð haldið velli og til staðfesta rannsóknir og niðurstöður að svo sé, og gleggsta vísbendingin og svo öflugasta hinn síðari ár eru þessi svokölluðu dauðahafshandrit sem að fundust í hellum, var það ekki Qumran fyrir tilviljun, en þó ekki tilviljun, því að orðið segir sjálft að allt hafi sinn tíma. Þetta var bara komin tími á að þessi ágætu handrit kæmu fram, og þetta reyndist vera að stærstum hluta og ef ekki allt Jesaja handritið, og menn auðvitað hoppuðu hæð sína af gleði og fundust þóttu sjá í þessu alveg gríðarlega verðmæti sem enginn maður efast að sé. Og hvað kemur í ljós? Þýðingarnar sem við erum með í dag eru sömu orð og þessi dauðahafshandrit innihalda. Sjáum við ekki stóran Guð þarna? Sjáum við ekki stóran Guð sem að vakir yfir því sem hann hefur gert? Af hverju vakir hann yfir því sem hann hefur gert? Til að ég og þú og örugt sé förum ekki að hrófla í þessu sem hann á. Já, hann á þetta. Og ég þarf hans leyfi til að í raun og veru að hrófla við einu en einu þar, en ég held ég fengi það ekki þótt í sekt það. Þetta er eins og með mínar eignir sem ég á og er löglegur eigandi að. Þú hróflar ekki til þeim, elskaði vinur minn, nema að biðja mig leyfi til þess, og það gæti alveg gerst að ég gæfi þér leyfi til þess. En það gerist ekki þegar kemur að lifandi Guði. Hann gerði þetta allt saman fullkomið. Hann skapaði, hann sagði eftir hverja sköpun, það er fullkomið. Harla gott reyndar, sagði hann. Það er eiginlega bara annað orð yfir fullkomið. Þegar Drottinn segir harla gott, þá er það náttúrulega bara harla gott, og við vitum hvað harla gott er. En við höfum ekki verið með viskuna uppi þar, hvað náttúruna varðar, og við höfum hróflað við henni fram og tilbaka, grafið skurði, lokað árfarvegum og breytt árfarvegum, þrengt árfarvegi, þannig að vatnsmagnið, þessar ræmur sem við erum með í dag, það flýti ekki það vatnsmagn sem það ætti að geta flutt, og enn gerist sama og hefur alltaf gerst, það koma flóð og það verða vatnavextir, og vegna þess að við erum búin að hrófla við þessum árfarvegum hér og þar, þá geta þeir ekkert gert neitt nema vaxið og farið yfir bakkana, og þetta flæðir allt, fer ekki lengur þann farveg sem á að fara, vegna þess að við erum búin að breyta þessu öllu.
Þetta eru inngrip inn í verk Guðs, borðleggjandi inngrip inn í sköpunarverk Guðs sem hafi ekki leitt í raun og veru neitt gott af sér. Og þetta er eitt af því sem að menn tala en ekki farið hátt með, því að þetta er náttúrulega viðkvæmt mál, því að enginn vill viðurkenna það að vera að klúðra. En við sjáum klúður samt svo víða í þessum heimi. Og við erum að gera alls konar meira sem hefur verið beinar árásir í raun og veru á þetta fullkomna sköpunarverk Drottins. Við þurfum ekki að nefna neitt nema mengunina í raun og veru. Við höfum farið offari í að framleiða alls konar og þetta er allt saman þægindi sem enginn af okkur vill vera án. En þetta er allt saman dýruverði keypt. Allt saman. Þetta hefur búið til alls konar. Þetta hefur meira að segja breytt veðurfarinu sjálfu með tímanum. Og ekki bara það þetta sem búið að breyta þessu hinu, heldur vekur þetta því miður það er slæmt. Mikinn ótta svona á köflum. Því að sumt er blásið upp í fjölmiðlum. Við vitum hvernig fjölmiðlarnir starfa. Þeir taka eitthvað neitt punkt og svo hamraði bara á honum, þannig að enginn nennir orðið að lesa neitt þennan punkt, þá færa þeir hann til. En sé fréttirinn og punkturinn þess eðlis, þá var hann auðvelt með að vekja fólki ótta. Og það er ekki gott að vekja fólki ótta. En svona er guðlaus heimur. Hann hugsar ekki fólkið, hann hugsar ekki hag fólksins og menn framleiða, breyta og gera áætlanir án þess að ráðskast við skapara sinn, Jesú Krist sjálfan, og þeir plana, telja sig vera að gera gott, breyta, telja sig vera að gera gott og jafnvel heilu byggðirna færast til vegna þess að það er hagkvæmara að vera með þarna eða þarna. En allt með sínar afleiðingar. Raski og róti og áhyggjum og alls konar þanga sem þetta er að framleiða og búa til. En þetta er ekki Guðs verkið. Guðs verkið stendur eftir fyrir mig sem manneskju í orði Guðs. Við vitum að orðið heitir líka Biblían. Gamla testamentið og Nýja testamentið. Og ég sem kristinn maður tek upp Nýja testamentið því að það er mér ætlað sem þessum trúaða kristna manni og ég fræði mig upp úr því til að fyrst og fremst og einkum og sérilagi að þekkja Krist ögn betur. Og trúin kemur því svo til vegar að þekkingin á honum vex auðvitað því við leggjum okkur fram það að hún vaxi. Við förum að þekkja og skilja Krist betur og átt okkur á því betur út frá þessum punktum að hann er lífið sjálft, hann er það sem ég þarf að vilja vera hjá og vill vera hjá og geri það sem þarf til þess að svo megi verða og til þess að þessi bönd þau styrkist en hnigni ekki. Og í raun og veru strangt til tekið kemur að þeim tímapunkti, hvort sem er hjá mér eða þér, ef þú ert áfram svona heill í því sem þú gerir, að þetta nafn verður það eina sem þér finnst verða akkur í að halla þér að. Eina. Þannig að þetta kraðak, þessar breytingar, umskapanir, söðlanir, flegiferðin, hún er þarna og maður getur alveg neitað sér að vera með í þeirri hringferð og er það svona oftast nær, þá stundum kannski að einhver leiti detti maður inn í þetta ferli.
og það er ekki gott í raun og veru. Því að það kemur rót í hjartað, kemur rót í hugan og allt rót er í raun svona óvinur hvort sem er mín eða þín. Rót er ekki sama og friðsemd í hjartanu. En friðsemdin á að vera mitt hlutskipti sem trúarsmanns. Þess vegna þarf ég, og þú segir þetta með mér, þarf ég að leggja rækt, leggja stund á það sem er orð Guðs. Þetta óhreyfanlega, óhagganlega orð sem engin maður fær að setja fingur sinn á neinstaðar til breytinga. Og af hverju? Dauðahafshandritin og sá fundur, frábæri æðislegi fundur, tekur af allan vafa það hver vakir yfir orði Guðs. Og þetta vita allir menn sem hafa kynnt sér málið að dauðahafshandritin eru staðfesting á því sem við erum með í dag. Dauðahafshandritin koma fram eitthvað fyrir 1950 eða þar bil, og ég veit ekki hvað tók á langan tíma að grafa í gegnum það allt saman, en ég veit að niðurstaðan er að þessi handrit eru umsögn það sem við erum að gera í dag. Að við erum með orðið eins og það var þá. Og þetta voru ekki handrit sem voru 100 ára gömul eða 200 ára gömul. Þau voru, ef ég mann rétt, ég bara mann það ekki, hvort þau voru 1 eða 2 eða 3.000 ára gömul, ég mann það ekki. En þau voru ekki ný, svo mikið veit ég. Og fyrir okkur, þá er svona langur tími bara, við náum ekki fyrir endan á honum hversu stór hann er. Við sjáum að við erum að þjóna risastórum Guði. Guði sem gerði allt fullkomið. Guði sem skapaði fyrsta mannin. Guðinn sem skapaði mig og skapaði þig. Og alla hina sem ekki ganga Guðs veg og fóru jafnvel að krukka í sköpunina, breyta einu og öðru og skilja svo ekkert í að sumt er úr lagi fært. Eins og við sjáum, og það er reyndar viðurkennt að sé, með þessa árfarvegi í borgum og svona og því öllu saman, það er búið að þrengja svo mikið þessa árfarvegi að þeir get ekki lengur tekið við því magni af vatni við vissar kringumstæður. Og þessar kringumstæður, vissu kringumstæður, hafa verið uppi, kannski bara alla tíð. Við vitum alveg að það bráðna eða verður vatnssöfnun einhvers staðar í umhverfinu og svo flæðir þetta fram þegar ketillinn er orðið fullur. Við þekkjum Skeiðarársandinn og þessi Skeiðarárhlaup og það er ekki smáræðis magn sem að fer niður af vatni þar. Og þetta rennur bara til hafs og svona verður kannski eitthvað smávegis tjón en ekkert mikið. Og þetta hefur alltaf verið með þessum hætti, það bara gerist þessir hlutir, en við vorum búin að þrengja svo mikið í borgunum og í kringum mannabústaðina, árfarvegina, að þeir gátu ekki tekið við þessu vatnsmagni. Og það hafði þetta bara sínar afleiðingar. Tjón á mannvirkjum og tjón á lífi fólks. Þetta eru nú mannaverkin. Mannaverkin sem voru þaulskipulögð og ekki ákvörðun eins manns sem reiknuðu, mældu og veit ekki hvað og hvað, en svo kom ástand sem þeir réðu ekkert við. Kannski gerðu þeir ráð fyrir, ég veit það ekki, en þeir réðu ekkert við. Og vatnið flæddi yfir bakka sína og gerði bara það sem vatn í miklu magni er fært að gera. Vatn á svona í slíkum kringumstæðum er eyðandi afl í raun og veru.
þó vatn sé gott og það gefi gróðri og okkur sjálfum vatnssopan sem við þurfum, að ef það kemur óbeisla niður og fer óbeislað þá er það orðið skaðræðis afl og þetta vitum við. Þannig að mistökin hafa verið mörg. Við höfum hróflað við náttúrunni, gert mistök þar og höfum uppskorið alls konar af því sem við höfum verið að gera. Þannig að við sjáum að verk mannsins er á endalausum þeytingi. Þetta í dag, annað á morgun. Og ég var að tala um það áðan og þú getur örugglega sagt sömu sögu og ég sem að manst, ég er búin að lifa jafn lengi og ég, og að þú manst algjöra umbyltingu frá því að þú varst barn sjálfur. Algjör og jafnvel margar umbyltingar. Vöxtur í öllu, þeytingur allt, en mannshjarta þið sama. Það er eins, það breytist ekki neitt og við vitum af þessum andlegu vandamálum þjóða og einstaklinga. Og það hefur ekki minnkað, það hefur vaxið. Andlegu veikindi mann og kvenna eru sem aldrei fyrr há í dag og hafa alltaf verið kannski. Og inn í þetta kemur þetta eilífa orð sem aldrei hefur haggast. Og takt eftir því, hjarta mitt er enn eins og hjarta Adams var. Það voru svipaðar pælingar í Adami og ég er með. Hvernig tekur við svona boðskap? Ég veit það ekki. En ég held, ef þú skoðaðir það mál aðeins betur og svona í rólegheitunum, þá kæmustu að raunum að þarna hefur ekkert breyst. Ég held að það sé nú samdóma álit flestara manna að þarna hafi akkurat ekki neitt breyst. Umhverfi mannsins hefur breyst fram og tilbaka. En hjarta, afstaðan, hugsanirnar, tilfinningarnar eru samar við sig og það ráða eins og frá syndafallinu allt og miklu allt og margt fyrir hvert og eitt okkar. Allt og miklu og allt og oft fyrir flest okkur af okkur. Og fyrir þetta þrætum við ekki heldur. Þarna hefur ekkert breyst. Þarna situr allt við sama. Maðurinn er sá sem Drottinn mótaður leirjarðar skapaði í líkingu við þennan mann sem þú ert að horfa á í dag í þessum töluðum orðum. Og sama gildir þig. Adam var eins. Hugsanirnar þínar, Adam hafði það líka. Og það var enginn maður kominn. En til að byrja með, þá vissi hann ekki skyn á góðu og illu. Til að byrja með vissi hann bara skyn á hinu góða og við stakkurju. Hann þekkti engan nema Guð. Eins og fyrir þessi vera að láta á sér kræla. Og þessi vera fyrir að vekja athygli, þá er Eva komin. Og svo kom syndafallið. Þá var aðskilnaður við Guð. Og maðurinn tók bara upp þráðinn, ég er Guð, sagði maðurinn. Og afleiðingarnar eru þær sem við erum að horfa framan í dag á svo margan hátt. En inn í þessu kraðaki er Kristur og hann kom í Nýja testamentið
Og Nýja testamentið er eins og það var, eins og hann skilaði því af sér. Þar komum við aftur að þessum punkti að þetta hefur ekkert breyst. Og líklega það eina í þessari veröld, föllnu veröld, sem hefur ekkert breyst, og veistu af hverju? Kirkjan er ekki að þessari veröld. Hún er annar veruleiki sem gengur til hliðar við hinn veruleikan. Heimur getur ekkert engin áhrif haft á kirkjuna. Og þó það gerðist, þá mun það rjátla stafinni vegna þess að orðið sjálft mun hreinsa það af. Þannig að það verður aldrei neinn skemmt þaðan frá. En Guðsríkið hefur áhrif á heiminn. Því að hann á þessa sköpun, þetta fólk sem er í heiminum. Hann bjó svo hnúta að það sem hvarf, það verður þar einhvað eftir, eitthvað tómarúm sem maðurinn fær aldrei frið fyrir að hafa þarna. Og þetta tómarúm dregur manni sem mig og þig, til Guðs, og þá er heilagur andinn búinn að fylla þetta tómarúm. Og ég er orðinn aftur, eða ég er orðinn eins og Adam var. En því miður veit skinn og góðs og illu vegna þess að ég var í þessum vondu dögum í öllu sínu veldi áður en hitt gerðist. En ég stekki orðið, þetta óhreyfanlega, óbifanlega orð, og læri upp úr því, alveg eins og allir forverar mínir hafa alltaf gert á öllum tímum. Og Drottinn segir sjálfur að við séum gestir og útlendingar á þessari jörð. Hann segir að við erum tekin af heiminum og við erum heimamenn Guðs í dag. Og við vorum að tala um það rétt áðan að heimurinn á ekki snefil í kirkjunni. Heimurinn getur ekki haft áhrif á kirkjuna, en kirkjan aftur á móti getur haft áhrif út frá sér og gerir. Því úr heiminum kom ég og komst þú, og hinir sem komu eftir okkur einnig. Þannig við sjáum að kirkjan hefur áhrif á heiminn, en það getur ekki farið í hin áttina. Og ef það gerist, slettist kannski eitthvað á, þá er pottþétt að það verður hreinsað burtu. Og hver gerir það? Orðið. Lifandi Guð, upprisinn Jesú Kristur. Ef þetta væri hægt að sletta eitthvað þannig séð á kirkjuna, miðað við allt þetta mótlæti sem hún hefur verið í allar götur, alla tíð, þá væri engin kirkja á þessari jörð og hún væri löngu farin. Það er alveg ljóst. En hún er að því að sá sem að gerði þetta verk eins og öll hin fullkomin. Og það er alveg ljóst að kirkjan er kærasta það sem hann hefur gert. Þegar það fær enginn að gera neitt þar sem að veldur henni tjóni. Við erum með orðið. Og all flestir, svona kannski einhverja undantekninga þar, en það er allt saman búið að hreinsa það út og verður þá haldið áfram með það, séð áfram, er verið að kenna kennsluna sem alltaf hefur verið kennd. Hún er Jesú, hún er hinn upprisna Jesú, hún er heilagan anda, hún er gjöf heilags anda, fyllingu heilags anda, og þegar að talað fyllingu heilags anda er talað mann sem öðlast trú.
hún var gefin trú. Og það viðurkenna allir menn sem að eiga til trú að þeim var gefin þessi trú. Hjá einhverjum vekur þetta þakklæti, þó allur gangur sé á með þetta blessaða þakklæti okkar. Það allur gangur á því hvort þið séum þakklátt fólk eða vanþakklátt fólk. En sumir eru þakklátir og það styrkur að því að vera þakklátt manneskja andspænis Guði. Þakklætið kemur í veg fyrir svo margt. Satt þakklæti kemur í veg fyrir það að þú hrokist upp. Þakklætið viðheldur í hvort sem mér eða þér þessari auðmýkt. Við erum áfram með þetta mjúka meðfærilega hjarta. Vanþakklæti angi af steinhjarta. Þessu ómeðfærilega, ómögulega hjarta sem við öll höfum verið að burðast með, en sum okkar blessunarlega eru lausið í dag. Og sumir sjá munin á hvað hitt miklu betra að burðast, að vera með, ekki að burðast. Það ekki að burðast með. Hitt aftur á móti að burðast með, séu við með þetta ómögulega steinhjarta. Þannig við sjáum að það akkur í og árangur af því að tala lifandi Guð, vera undir afli lifandi Guðs og umfram allt elska þennan sama lifandi Guð, og að því að þú elskar lifandi Guð, þá viltu líka að allt sem hans fái þá næringu sem þú mögulega og hugsanlega getur gefið inn í það mál. Og þú gerir það með því að elska Jesú, gera vilja Jesú, fara þegar hann vill að þú farir og segir það sem hann vill að þú segir, þá ertu viljut verkværi hann og hann getur blessað þar sem þú ert með því sem þú segir, og það hefur sinn árangur. Þá ert þú orðin kirkja sem hefur áhrif út fyrir veggina. Og það kirkjunni ætlað. Hún sem sagt hefur áhrif, hefur möguleika og burði til að hafa áhrif, en heimurinn getur ekki haft nein áhrif á það sem kirkjan að gera. Þannig þetta sett fram af Guði. Hvað sem við segjum hins vegar þetta, og ef við skoðum þetta mál betur, þá sjáum við að þetta liggur nákvæmlega í þessum atriðum. Orð Guðs, það krefur okkur að staldra við. Og þá kemur ýmislegt í ljós sem ekki möguleiki á að gerist ef við látum einhverja fyrird eða fordæmingu eða eitthvað svona merkja okkur. Fordæmingin auðvitað bara af neikvæðum þanga einhverjum, og neikvæður þangi nú kannski ekki bestur til þess að dæma rétt eða rangt. Hann bara neikvæður þangi. Þess vegna orðið því marki brennt að segja okkur allt eins og það Og í dag sem aldrei fyrr það eina sem að fólk þarf að vita og að fá í eyru sín einhvað eins og það Því að blekkingarnar eru margar og það endalaust verið að hamra á einhverjum blekkingum, og því miður þá eru það allt of margir sem taka við þessum blekkingum. Við viljum ekki gera það því við eigum aðgang að sannleikunum og merkjum okkur með sannleikunum að því við erum Guðs fólk. Með öðrum orðum, við erum forréttenda fólk, og það verður aldrei frá okkur tekið, bara í Jesú nafni þá verður það aldrei. En við segjum þetta gott, og Konráður Rúnar Friðfinnsson þakka fyrir sig og hefur þetta ekki lengra þessu sinni en heldur þessu góða verki Drottins áfram.